Let's go. Sælverið og velkomin í taktíkina. Í dag ætlum við að fjalla íshokkí. Tímabilið farið af stað og við ætlum að skipta þessu alveg svo íshokkíleik í 3 hluta, sleppum pekkinum og förum af stað. Hérna ég komið með framkvæmdastjóra SA í settið. Velkomin Jón. Takk fyrir. Núna voruð þið að spila í Lýsisbikarnum, það sem alveg algjör nýjung í íshokkíinu. Hvernig fannst þér það heppnast? Þetta heppnaðist ágætlega fyrir okkur. Við unnum. Og það náttúrulega það sem við viljum gera en það sem kannski mestu máli skiptir hérna er undirbúningurinn og við erum að fara í Evrópukeppni þannig að það var gott að fá 2 leiki á 2 dögum, tvisvar. Af því að svo erum við að fara til Búlgaríu og spila 3 leiki á 3 dögum þannig að undirbúningurinn var góður upp á það að gera. Mikilvægir leikir fyrir okkur svona snemma á tímabilinu. Nú eru bikararnir hérna SA megin, bæði kalla og kvennamegin, Íslandsmeistaratitillarnir eru báðir hérna á Akureyri. Þið farið í leiki á móti ESU á síðasta tímabili, vinnið alla 3 leikina og verið Íslandsmeistarar. Síðan dregur ESU liðið sitt úr keppni og er ekki með í ár. Þetta er svolítið sérstök staða. Já, þetta er náttúrulega leiðilegt eftir sjá af ESU. Þetta var lið sem við erum búin að vera að keppa við í rauninni síðustu 3 árin. Þessi lið hafa mæst síðustu 3 árin í úrslitum, þannig að það er mikil missir á þeim. Þetta var sterkt lið og sendi skemmtilegan svip á deildina. Þannig að það er bara, leiðilegt að missa þá úr mótinu en staðan var bara þannig að þeir vildu hafa barnastarf og það er ístíma skortur á Íslandi í öllum höllunum. Og það var ekki hægt að finna lausn á því, þannig að, En þessi leikmenn sem eru að spila fyrir ESU, þeir hætta ekkert, þeir færa sig bara set. Hvernig meturðu deildina fyrir þetta komandi tímabil? Sko, ég gerir ráð fyrir að bæði SR og Björnin verði sterkari. Bæði lið hafa fengið þarna, leikmennir hafa skipst svona nokkuð jafnt á milli klúbana, að ég held, sko. Margir uppaldir náttúrulega í þessum, eða flestir í klúbunum. Og þeir eru farnir aftur í sín heimilið, þannig að það gerir það að verkum að Björnin og SR verða með meiri breidd í vetur, alveg klárlega. Og átt það kannski vona því að það verði jafnari leikir? Já, ég gerir ráð fyrir að þetta verði bara allt mjög jafnir leikir í vetur. Að svona fyrirfram virðist vera að liðin verði nokkuð jöfn. Að Lýsbikarinn gaf kannski ekki alveg rétt að mynda af þessu þar sem að liðin bara hreinlega kom ekki með sín sterkustu lið hérna norður. Og þannig að það er svolítið erfitt að dæma það en svona miðað við leikmannahópana að þá eru liðin með mikla breidd og öll með fjölmarga landsliðsmenn og þannig að hóparnir eru sterkir klárlega. Kvennamegin á síðasta tímabili þá var úrslitaleikurinn innbyrðisleikur, Ásynjur á móti Ynjum og Ásynjur tóku þann titil. Núna teflið þið fram einu liði kvennamegin á móti einu liði að sunnan. Hvernig sérðu fyrir tímabilið kvennamegin? Ég gerir ráð fyrir að SA verði með nokkra yfirburði þar. Segir svona eiginlega sjálft að þau höfum saman 2 lið, sterk lið, að þá verði það mjög sterkt lið. Og meðan Reykjavíkurliðið var í vandræðum með bæði liðin í fyrra og hafa ekki styrkt sig mikið. Þannig að það verður erfiður róður fyrir liðið Reykjavík vissulega, sko. Og nema komið til að þeir getur náttúrulega ennþá bætt við þessi leikmenn, deildin er ekki hafin, hefst ekki fyrir held í október, þannig að það geti ennþá komið erlendi leikmenn eða hvað sem er gert, sko. Þannig að það verður komið ljós en allavega Akureyrarliðið er virkilega sterkt. Yfirburðir kvennamegin hafa verið gríðarlegir og maður sé að núna það er gefin út landsliðshópurinn og þar eru 15 frá SA í 30 manna hópi. Já. Það er náttúrulega hokkið hérna kvennamegin. Það bara þróaðist hérna á undan. Það þróaðist hérna mjög hratt fyrir 15-20 árum og kom mikið að stelpum inn og síðan þá hefur bara nýliðinu verið rosalega góð og það hefur bara vantað í klúbbunum í Reykjavík. Það hefur ekki verið mikil áhersla lögð á það að byggja upp kvennaíþróttina. Og eins og í yngri flokkunum núna hjá SA að það er náttúrulega jafnmargir iðkendur sem eru stelpur og strákar alveg úr byrjendaflokkum í öllum hópum. Þannig að það er eðlilegt að við séum með nokkra yfirburði því við erum með svo svakalega marga iðkendur.
Og maður skynir líka ákveðin uppgang og uppsveiflu hérna fyrir norðan að heimsmeistaramót kvenna haldið hér. Já, og það var náttúrulega bara glæsilegt og flott að fá þetta í hérna klúbbinn. Það hafa verið haldin heimsmeistaramót á Íslandi einhver 7-8 skipti áður en öll í Reykjavík og loksins fengum við að halda eitt mót. Og skemmtilegt að það var einmitt kvennamót því að þetta svona eiginlega mekka kvennaíshokkísins á Íslandi hérna og hérna stelpurnar margar að spila heimavelli þannig að það var náttúrulega alveg bara frábært. Síðan saman hafa gefin út listi þarna í Kanada yfir topp 10 íshokki í borginnar og þar var Akureyri á lista með Helsingi og Malmö. Þetta nú ekki amalegt. Nei, þetta náttúrulega bara, já, þetta ótrúlega stóri viðurkenning fyrir svona hokkísamfélagi á Akureyri að fólk erlendis hefur tekið eftir í að þetta það svona alvöru hokkíkúltúr hérna og menning hérna inn í innbænum að félagið svona, þetta alvöru hokkíklúbbur og bara virkilega skemmtilegt að fólk erlendis frá taki eftir þessu og hafa komið mikið af erlendum gestaliðum og komið hérna til Akureyri og þau hafa bara hreinlega heillast af bæði bænum og klúbbnum og hokkímenningunni sem þar og mikið af þessu liðu kom bara ár eftir ár og finnst þetta bara toppurinn í þessari hokkíferðamennsku að koma til Akureyrar. Nú þekkir þú þetta mjög vel líka sem leikmaður, ert leikmaður hjá SA Víkingum. Hvernig finnst þér þróunin hafa verið í íshokkínu hérna fyrir norðan síðan þú byrjaðir að æfa? Hún náttúrulega svakalega hröð og hérna í rauninni hefur þjálfunin verið, það hefur virkilega vel verið staðið að ráða góða þjálfara og það nú kannski grunnurinn að þessu öllu og svo hefur þetta bara byggst hægt og rólega upp en það rosalegu munur frá því ég byrja fyrir hérna 20 árum þangað til í dag Þetta er ótrúlega breyting að sjá bara hérna levelið á íshokkínu og núna bara í barnastarfinu að stórir hópar og mikið af góðum krökkum þannig að þetta eiginlega bara alveg ótrúleg framþróun. En þú viljið væntanlega líka byggja áfram og byggja meira til framtíðar. Það þurfti að bæta þess við húsnæði fyrir heimsmeistaramótið og það var bætt við bráðabirgða gáma húsnæði. Hvernig sérðu fyrir þér næstu ár í uppbyggingunni hérna? Það náttúrulega gámamálin eru núna, við erum að berjast fyrir að fá nýja gáma. Þessir eru alls ekki nógu góðir og hérna við þurfum að taka af lóðinni okkur og það er það sem við erum að berjast fyrir og þetta svona þörf sem hefur bara skapast núna síðustu 3 árin síðan heimsmeistaramótið var haldið og þá hefur ótrúleg fjölgun í yngri flokkunum og það er bara verulegt plássleysi fyrir alla búningana að við verðum að geta haft geymt búningana fyrir iðkendur og svo hitt að við þurfum að stækka búningsklefa fyrir heimsmeistaramótið og mistum lyftingasal þannig að í rauninni engin æfingaraðstaða núna í húsinu en þetta stór partur helmingurinn af sportinu er líkamlegi þátturinn. Leikmenn æfa meira af ís en á ís, það alls staðar ístímaskortur. Þannig verða að æfa mikið af ís og það vantar í húsið og við erum svona vonast eftir að verði farið í það að byggja upp skautavöllinn og klára í rauninni að búa til bara æfingaaðstöðu af ís. Og það það búið að teikna allt og allt klárt og átti í rauninni að fara í þær framkvæmdir fyrir 3 árum þegar við skiptaðum gólfplötuna en það var hætt við það og við erum bara ennþá að bíða eftir í að vera farið af stað í þetta verkefni og gert alvöru aðstöðu bæði fyrir íshokkíiðkendur og listhlaupaiðkendur. Nú æft bara á pöllum og göngum og út allt og engin hlý rými neins staðar þannig að leið og þetta verður komið að þá skautahöllin orðin fullkomin fyrir skautafélagið. Og með báða Íslandsmeistaratitlana hérna á Akureyri og verandi búin að stíga það skref að halda heimsmeistaramót, vera komin á topp 10 lista yfir hokkíborgir, þá hefur komið dálítið öflug pressa á að gera eitthvað í þessum málum. Já, og það og það verður rauninni, við vorum mjög nálægt í að fá annað heimsmeistaramót núna í vetur þá hefðum við komin í þessi vandræði strax, þannig að við viljum svolítið búa í haginn og vera bara með þetta klárt að íshokkísambandið var mjög ánægt með hvernig mótið gekk, að það gekk rosalega vel þótt að vera á Akureyri og þótt að vegalengdin sé aðeins lengri þá bara var allt tipp-topp þannig að þeir vilja klárlega halda fleiri heimsmeistaramót hérna þannig að við viljum bara vera með allt klárt af því að það eiga eftir að vera fleiri heimsmeistaramót hérna og við viljum halda þau vel. Takk hérlega fyrir spjalli Jón.
tíminn í þessum fyrsta leikluta er runnin frá okkur. Takk fyrir að gefa okkur smá innsýn í hockeyið. Við förum í auglýsingar og höldum áfram í hockey hér eftir þær.